Hafið þið einhvern tímann lent í því, ég ætla ekki að spyrja hafið þið, munið þið eftir því þegar þið sögðust ætla að gera það en síðan alveg bara gleymduðu og að þið höfðust lofað ætla að gera eitthvað og síðan tilfinningi sem maður fær þegar maður fattar maður búin að lofa að gera eitthvað og algjörlega búin að gleyma því. Ég lenti í því miður þennan veturinn að lofa mér að koma til dæmis í Suðurhlíðaskóla á mánudagsmorgnum að vera með morgunbæn. Og fyrsta skipti sem ég kom, þá mætti ég á réttum tíma og góður og gekk bara vel. Og í annað skiptið, þá vaknaði ég upp og fékk mér morgunmat og sat og var að lesa og klukkan var 8 og klukkan var 9 og síðan leit ég á dagatalið mitt og fyllti svona, búin að gleyma algjörlega hvað ég ætlaði að gera, búin að segja og lofa mér hér og fólk búin að tilbúið til þess en algjörlega stóð ekki við orð mín. Það væri kannski allt í lagi ef ég hef ekki gert þetta síðan einu sinni í viðbót og þá fæ maður til að hugsa hvað maður nú að lofa sér í eitthvað maður getur ekki gert það. En svona eigum við til að gera það stundum. En það er vonandi að við gerum það ekki oft og við förum ekki að endilega, já takk, að segja eins og í dæmisjónu sem við höfum í dag þá sem að lofuð að fylgja vilja Guðs en síðan gleyma því algjörlega og fara að gera eitthvað annað. Skulum lúta höfði í bæn og líta Mattheus 21. kafla. Himneski Faðir, ég bið þig að vera með okkur, opna augu okkar til þess að sjá í orðið þínu eitthvað sem á við okkur hér í dag og við getum farið burt betra fólk hafandi eitt tíma með þér, hvort öðru hér í samfélagi og orðið þínu. Ég bið í Jesú nafni, amen. Ef þið flettið í Mattheus 21. kafla, 23. vers, þá höfum við Jesú Krist sem er nýkominn til Jerúsalem. Daginn áður hafði hann komið og hreinsað út úr forgarði mustersins alla sem voru að selja dýr og við eitthvað svona peningabrask. Hann hafði hreinsað á alla út og flestir hérna fullorðnu höfðu hlaupið á undanum, hlýtt honum algjörlega og flúði í burtu, en börnin og gamla fólkið og henni sjúku voru eftir. Og næsta dag þá komu þeir aftur og heyrðu þar Jesú vera að kenna börnunum syngjandi og annað slíkt. Þeir höfðu séð eitthvað meira býr á bakvið orð Krist sem bara einhver mannlegu kraftur. Þeir sáu að hér var einhver að tala eins og sá sem hefði vald og virðingu fólksins. Þess vegna komu þeir til hans og við lesum hér í 23. versi. Jesús gekk í helgidóminn og þá komu æðstuprestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Og er að vitna til þess sem hann hafi gert daginn áður. Jesús svaraði þeim, heyrðu, ég vil líka leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svarið mér mun ég segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Nú, þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu, ef við svörum það var Guð, spyr hann, hví trúðið þið honum þá ekki? En ef við segjum, það voru menn, megum við óttast fólki því að allir tala Jóhannes spámann. Og þeir svöruðu Jesú, já, við vitum það ekki. Jesú sagði þá við þá, ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Við sjáum presta og öldunga koma til hans, lærðir og leiknir báðir, hluti af öldungaráðinu, koma til þess að tala við hann. Ég held að þeir hafa ekki verið ósammála því sem hann var að kenna, en þeir voru að efast rétt hans til þess að kenna og að taka sér eitthvað vald til þess að taka til hana í forgarði musterisins. Og með hvaða valdi gerir þú þetta? Spyrja þeir. Þeir voru búin að sjá með eigin augum verkans og hefðu getað sett saman 1 + 1 og að Jesú Kristur gerði þetta með valdi frá Guði, því að þeir höfðu séð afleiðinga gjörða hans, hvernig hinnu sjúku voru heilir og niðurlútnu uppristir, hinnu ólærðu urðu skilningsríkir á boðskap reikningarinnar, en þeir vildi ekki sjá það því að hann var ekki hluti af þeirra hóp og passaði ekki inn í þeirra mynd sem þeir höfðu fyrir lífið og tilveruna. Og þeir vissu það að hann hafði allavega ekki gert þetta með þeirra valdi. Þegar þeir voru hvorki í hreinsunastarfi né almennilegri kennslu fyrir líðin og líknastarfi. Nú, ekki var hann prestur eða leviti eða annað slíkt eða rabbini, hafði hvorki kirkjuvald né veraldlegt vald til þess að gera eitthvað, en hann hafði greinilega eitthvað vald að ofan til þess sem hann gerði. Svo þeir spurja hann,
bæði vegna svona hálfgerð svona óbeit sem þeir höfðu af honum og óvildar, og vildi að hann svaraði einhverju röngu sem þeir getur húkkað hann á, fengi fólk til þess að rísa gegn honum en ekki með honum. Vildi að hann ýjaði að því einhver megin að hann væri þessi Messías og að þeir getur húkkað hann á guðlasti og helst bara losa sig við hann fyrir fullt og allt. Jæja, spyrja þær, þitt vald frá mönnum eða frá Guði? Vitandi það að ef það frá mönnum, þá það ekki frá þeim og frá hvaða fólki ertu þá að gera þetta. Og ef hann svari að það sé frá Guði, þá ætti hann að vera hluti af þessu kerfi og vera prestur eða rabbinn að hluta systeminu sem hann var ekki neitt. Þannig að núna segja þær, við komum honum út í horn. Svo þeir spyrja hann að þessu, en ekki alveg tilbúnir fyrir því svari sem að hann gefur þeim. Nú þetta þurfti hann ekki að svara þeim, en hann spyr tilbaka svipaða spurningu og þeir leggja til hans og spyr með hvaða valdi skýrði Jóhannes skýrara. Hvaðan kom vald hans? Jóhannes skýrari hafði gert nýja hluti að skýra menn til iðrunar, algjörlega hálf svona fordæmislaust á þessum tíma. Hver gaf hann rétt til þess að gera það og predika iðrun og fyrirgefningu syndarinnar? Hann kom bara einhvers staðar út úr sveit og gerði það. Hverju sem að þeir svara komast þeir í bobba líka. Ef þeir svara, hann fekk þetta frá Guði, þá vita þeir, hann spyr og akkur fylgja honum þá ekki, og akkur skýrist þið ekki, þá akkur trúið þá ekki sem hann segir að hann sé bara fyrirrennari Messíasar, en svarið þeir, hann frá mönnum, þá verður fólki reitt og rís gegn þeim, af því að það trúið að Jóhannes skýrari væri spámaður. Þeir óttuðust viðbrögð fólksins. Hvað fólki myndi fá einhverju svona myndi rísa gegn þeim eða þeir myndi missa vald yfir þeim og þeir vildi ekki missa það, svo sannsögli var ekki kannski mikilvægast. Svo þetta svona hálf sögðu ósatt til þess að komast frá þessu, fyrir því að það var ekki vandamál fyrir þá. Ótti álit annara á okkur fær okkur stundum til þess að gera furðulega og ljóta hluti. Hver hefur ekki gert eitthvað heimst og man eftir því sem krakki til þess að ganga augunum á hóknum og það líður tíminn og það tekur sér aðra birtingamyndir en heldur en þá áfram. Men meira saman það sem að fólk hefur að segja mann, stundum heldur en okkar eigin samfæringu og trúa samfæringu. En þeir svara, við bara vitum það ekki, sem lygi. Þeir vildu bara ekki segja, við viljum ekki svara þessari spurningu. Það hefði verið réttara svar. Svo þeir svara hvorki neikvætt né jákvætt. Því ef þeir hefðu svarað já, þá hefðu þeir svarað eigin spurningu sem að þeir lögðu fyrir Krist. Ef þeir hefðu sagt frá Guði, þá hefðu þeir svarað spurningunni sem þeir spurðu Jesú sjálfan. Svo með svari sínu, þá sýna þeir að þeir vita varla meira en börnin sjálf sem Kristur að kenna þarna. Og þeir eru tilbúnari því að líta út fyrir að vera fávísir fyrir fram af fólki en að láta Jóhannes skýrar og Jesú Krist og játa þá sem einhverja spámenn. Og fyrst að þeir svara ekki, segir Kristur, þá þarf ég ekki að svara ykkur heldur, þess að þeir eru ekki tilbúnir að eiga þátt í þessum samræðum. Og hann gefur þeim í staðinn nokkra dæmisögur og fyrstu þeirra munum við líta á hér í dag. Því hann vill ekki bara hrekja á í burtu, heldur vill hann sannfara þá það sem að gerast og spurningarna sem þeir að spyrja án þess að vera eitthvað að ýta þeim í burtu frá sér og heldur að þeir sjái að sér og hvað að gerast. En það þannig með sannsögli, alveg eins og með strákin í sögunni sem við töluðum áðan, að segja satt og að tala bara þegar maður veit maður á að gera það veitir manni bara svona frið. Það gerir líka lífið auðveldara. Það þarf ekki að muna allan líka vefinn sem maður búin að spinna og svona hálfkák með sannleikan eins og þeir eru að gera veldur bara endalausum óþægingum. Fólk segir að sé í lagi að beygja sannleikan eða manni öðrum til góðs eða kannski bara annarra til góðs. En Kristur bendir á láti bara já ekki vera já og nei ekki vera nei og þá verður þetta ekkert vandræði. Það ykkur fyrir bestu og samfélaginu líka. Eins og dæmidagan sem hann segir þeim, þá rosalega ótraustverðugt að segja eitt en gera annað. Skulum líta stuttlega
á dæmisöguna sem að Björgvin las áðan. Jesús sagði, hvað virðist ykkur? Tala beint til þeirra. Maður nokkur átti 2 syni, hann gekk til hins fyrr og sagði, sonur minn, farðu að vinna dag í vingarði mínum. Sá svaraði, það vil ég ekki. En eftir á, þá sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðari, faðirinn, og mælti á sömu leið, og hann svaraði, já, herra, en fór hvergi. Nú, hvor þeirra, spyr Kristur, gjörði vilja föðurins? Þeir svara strax, bara sá fyrri. Þá mælti Jesús, sannlega segi ykkur, tollemdumenn og skækur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki, því að Jóhannes kom ekki til ykkar að vísa ykkur á réttan veg og þið trúðuð honum ekki, en tollemdumenn og skækur trúðu honum. Það sáu þið en tóku samt ekki sinnaskiptum og trúðuð honum. Hér talar hann til þeirra og segir að það voru 2 synir sem eins og 2 bara hópar af gyðingum. Annar þeirra svona sem að tákna svona hérna opinberlega syndu og hinir sem voru svona heilagir, fariserar og prestar. Ekki verið að tala um einhverja heiðingja og gyðinga, heldur svona 2 hópa innan þeirra. Og hann biður þá að vinna í vingarði sínum, að gera það sem að Guð kallaði þá til, að fullfylla vilja hans. Fyrri sonurinn segist ekki vilja það, sem bara mjög típist svar fyrir þann sem hefur engan áhuga og hann ekkert að fela það. Heldur segir hann að ég hef bara ekki áhuga á að sinna vilja þínum, þannig að neip. En seinna meir snerist honum hugur, hann sá sig hönd, eins og segir, og fór að vinna í vingarðinum. Það til orð yfir þetta, að snúast hugur og snúa við, að fara tilbaka. Hann gerir það sem að Jóhannes sjálfur var að tala er að hann iðrast og tekur sinnaskiptum. Hann var að fara í áttina frá vilja föðursins en sneri sér við til þess að fylgja vilja föðursins. Þetta nákvæmlega sem að felst í orðinu iðrun, svona viðsnúningur. Þessi fyrri sonur táknar syndarann sem að eyði löngum tíma, jafnvel mest öllu lífinu kannski, í uppreisn gegn Guði, en sér á einhverjum tímaböndi að hann þarnast náða Guðs, breytir skoðun sinni á Guði og snýr sér við, fer til hans og segir, ég vil bara lifa eftir vilja þínum. Á tíma Krist, þegar hann segir þessa sögu, þá pössuðu vændiskonur og tollemdumennin innan flokk, svona ber, eins og þau kallaði, syndugt fólk sem allir geta séð að eru greinilega ekki að lifa upp fullkomnu lífi. Þau snerust við prédikun Krists og fóru að vinna fyrir ríki hans. Það einmitt fylgir því að snúast í trúar. Það bara ekki eitthvað persónlegt sem að gerist hér og það sér það enginn, heldur tekur það ferða út af við. Fagnaðarerindi Krists gerir ekki bara breytingu inn á við, sem heldur virka breytingin út af við þannig að þú vinnur fyrir aðra líka. En fyrri sonurinn táknar hóp fólk sem víðar og stærri en bara hinni augljósustu syndara sem bentir á hér. Svona vændiskonur, morðingjar og þjófar, eitthvað sem allir geta bent og sagt, ég allavega ekki þetta sko, og liði betur með sjálfa sig. Þessi sonur táknar alla þá sem sem að vita vilja Guðs, þeir heyra boðið, en bara kjósa ekki að fara eftir því. Þeir hafa fengið kallið frá Drottni, komdu hingað og vindu í vingarði mínum, hjálpaðu mér að líkna öðrum, láttu vilja minn verða vilja þinn, en afþakka boðið á einhverju tíma og segja, veistu það, ég hef bara ekki áhuga. Ef að þú hefur verið í uppreisn vilja Guðs kannski allt þitt líf, lærðu þú allavega þessa leksju af fyrri synunum, það enn tími fyrir þig til þess að snúa þér við til Guðs. Guð býður þess að þú snúið þig til hans, því hann langlyndur og kærleiksríkur faðir eins og birtist hér, skilningsríkur, og í fangi hans ekki fordæming, heldur lækning fyrir hérna syndasjúku sál. En seinni sonurinn sagði, já, blessaður, ég skal fara og vinna fyrir þig, en fer síðan ekki neitt. Kristur hér að tala hérna trúiðu gyðinga sem að halda hinu ytra formi trúar, en lifa nákvæmlega engum til góðs. Það sem að játa trú, en svona hálf afneita Guði eða kasta skugga á hann með lífi sínu. Hinn síðari sonur iðraðist ekki seinna og fór. Hann hafði aldrei ætlað kannski að fara og gera þetta, bara talar það. Hann átti erfitt með að segja áætlun sína, mér langar ekki til þess að fara, og gaf frekar bara hvíta lygi. Já, ég skal fara, ég skal fara á eftir, og sem finna bara ekki neitt.
Kristi segir okkur ekki hvort hann var uppreisnarseggur eða bara gleyminn. Hann segir bara að hann hafi verið þessi óábyrgðarfulli maður. Á tíma Krists pössuðu þegar hann að segja þetta, passa inn í hópinn fræðimenn og prestar og farisear og aðrir slíkir í þennan flokk sem að vildu líta vel út að utan en voru tómir og kaldir að innan. Í dag höfum við fólk sem bara gott fólk. Það á auðvelt að játa Krist og fara síðan samt og lifa eins og það hafi aldrei neitt gerst og eins og hann hafi einhvern hlutdeild í lífið þeirra og breyti litlu hvernig þeir lifa fyrir sjálfa sig eða aðra. Því það auðvelt að trúa því að við störfum ekki gegn Krist, ég ekki að gera neitt slæmt, ég ekki í einhverju svona herrænu svona anti-trúastarfi, að þá sé ósárátt sé ég bara að vinna fyrir ríki Krists. En með því að halda aftur öllum okkar hæfileikum, tíma og öllu sem að Guð hefur gefið okkur til öðrum til blessunar, að þá vinnum við ekki fyrir Krist heldur eiginlega bara hugsum við engan og stöndum til hliðan á meðan þeim vonda í heiminum vinnur sleitulaust og með því að gera ekki neitt, þá bara stuðlum við að því. Í Lúkasarguðspjalli segir Kristur, hví kalliði mig svona herra, herra, en gerið ekki það sem við segi. Getið ímyndið ykkar að þú fáir vinnu í búð. Og þetta bara svona verslun sem að selja hluti. Og yfirmaðurinn biður þig að segja, heyrðu, geturðu afgreitt konan þarna? Og þú segir, heyrðu, já, ég geri það. Síðan ferðið símaðinn og ert eitthvað að hangi í honum bara næstu korteri þannig að ekkert gerist. Og yfirmaðurinn kemur aftur og segir, heyrðu, ok, viltu fara og það er orðið hálf tómt á borðinu hana, viltu fara og setja fleiri hluti á borðið, söluborðið, farið inn á lagur og fyllt þetta. Heyrðu, ekki máli, segiru, sem sestu niður og fer að lesa næsta klukkutíman. Er það eitthvað furðulegt að hann komi yfirmaðurinn og segi, hví kallaðu mig yfirmann og ert að kallaðu hérna vinnandi í þessari búð en gerir ekkert sem ég segi. Þú hefur ekkert að gera hérna þannig að þú mátt eiginlega bara sko fara út. Það er eiginlega það sem hann bendir á hér í dæmi sögunni. Og hann bendir samt á að það er meira von og athyglisvert að það er meira von fyrir hérna iðrændu sál en hinn svona sjálfsréttláta hræsnara sem að þarfnast einskins. Fyrri sonurinn hafði kannski orð sín á röngum stað en hjartað á réttum stað, á meðan hinn hafði orðin á réttum stað en hjartað hans var einhver staðar allt annar stað. Og þegar ég lesi þetta, þá er auðvelt fyrir mig að hugsa þetta fyrir aðra en að maður getur verið sleginn þegar maður lesi þetta sjálfur. Sem prestur þá talar maður hitt og þetta, planar hitt og þetta og segir að ég að gera hitt og þetta, en hverju skelli ég svo sjálfur í framkvæmd? Hversu mikið er bara svona tal og froða sem að verður að engu? Það er nefnilega svo ótraustvertugt að segja eitthvað en gera sér nákvæmlega eitthvað annað. Orð eru alveg innihaldslaust ef þeim ekkert fyllt eftir í verkum. Kristur, hann dæmir ekki fyrri soninn í sögunni þegar hann neitar að fara út. En hann notar hann ekki sem fordæmi heldur. Það er ekki betra að hann tala að vera í opinskári uppreisn heldur en að vera hræsnari. Þú ert kannski ekki hræsnari en þú áttu ennþá við vandamál að stríða og ert þorf og náð Kristi ennþá. Bæði er jafn slæmt því að þú færir okkur frá því að fylgja Guði og hans vilja fyrir okkur. En eftir að hafa sagt þessa sögu spyr hann hver gjörði vilja föðurins. Hiklaust svaraðir, fyrri, án þess að hugsa. Og auðvitað gerir það fyrri, það spýttar engu máli hvað segir, það spýttar máli hvað þú gerir. Án þess að gera sér grein fyrir því að þeir eru kallað yfir sjálfa sig dóm með þessum orðum. Hafandi tilheyrt síðar í hópnum. Það er skrítið að hafi svarað þessu og ekki séð að þeir voru að tala eiginlega sjálfa sig. Báðir þessir synir gerðu eitthvað rangt, þeir fylgdu ekki vilja föðurins, báðir færu skömm til hús föður síns, annars að neita að fara og að segjast að fara en að gera ekki neitt. En annar þeirra allavega gerði eitthvað. Þeir sem fylgdu Jesú Kristi, hlustu á Jóhannes skírara, voru samfærðir synd sína og tóku iðrunarskýr, ekki vegna þess að þeir voru eitthvað verðugir, heldur vegna þess að þeir sáu þörf sína frelsara. Þeir voru kannski harðhjartaðir í synd sinni gegn Guði og lögmáli hans, en létu til leiðast. Hinir
sjálfsréttlátu voru ekki eins auðsveigjanlegir, verandi svona harðhjartaðir í hroka sínum og hræsni, áttu erfitt með að viðurkenna hrakfæri sína, mistök og vanþekkingu og vildu fremar halda höfði meðal jafninga heldur en að fylgja Kristi. Þess vegna snéruðu sér ekki við, eins og segir, og sá ekki eftir því og breyttu engu. Það getur nefnilega verið að þeir sem að líta út fyrir að vera með allt á hreinu séu alveg út á aka, á meðan þeir sem að virðast ekki hafa neitt á hreinu séu að fá hlutina á hreinu og ekkert út að aka. Það ekki nema von að eftir að við erum búin að segja þessa dæmisögu og nokkrar aðrar sem að fylgja eftir og segja svipaða sögu, að þeir voru mjög ósáttu við hann og vildu helst bara afléfa Krist fyrir þessa dæmisögu. En eins hörð og dæmisögan hljómar, þá hún samt full af góðum fréttum og náð fagnaðarerindisins. Það sem hann bendir á hér, bara til að byrja með, að ríki Krist fyrir syndara. Kristur segir að það sé auðveldara fyrir þá sem hafa verið leiddir út í ólukku, af hverju segir ekki, en það hefa gert það, hvað sem það var, en fyrir svona sjálfréttlátt fólk. Sama hvaða bakgrunn fólki hefur, iðrun og það að leita eftir Kristi það sem að færi fólk nær ríki Guðs, ekki hver við erum og hvaðan við komum. Þess vegna jafnvel ættmæður frelsarans voru vændiskonur og lærisveinar hans voru tollendurmenn eins og bent var á. Það skiptir ekki máli vegna þess að þegar iðrun á sér stað, þá gerir Guð alla hluti nýja, líka persónuna sem að snýsi til hans. Og í öðru lagi, þráttur að hún sé hörð svona dæmisagan að einhverju leyti, þá segir hann samt við þá, þessir menn, tollefndumenn og skækur, þau munu komast fyrr inn í himnaríki heldur en tollefndumenn, heldur en hinir. Hann segir ekki við þá, það ekkert pláss fyrir hræsnara í ríki Guðs. Það ekkert pláss fyrir slíka í ríkinu, heldur sýnir það en bara það sem stendur í vegi. Svona hræsni og sjálfsættlæting sem að þarf ekki neitt, hroki sem viðurkenni ekki neitt og hræsni sem að felur allt. En hann segir, jafnvel syndari mun komast inn á undan ykkur sem gefur til kynna þeir geti henn farið inn. Auðvitað þráir Jesú Kristur að sjálfsréttlátur, að við sem erum sjálfsréttlát hræsnar að snúi okkur til hans, því að hann elskar þá alveg eins og alla aðra. En það athyglisvert að þegar hann segir þetta, að hann minnir þá á að þeir taka þeir sem að komast inn, þeir hlustuðu á orð Jóhannesar og tóku iðrunar. Það það sem að sjálfsréttlæting gerir, hún megnar ekkert fyrir sálu mannsins. Það bara þá sem að tekur við réttlæti Krist, sem að tekur við, sem að iðrast og sér Krist og hans réttlæti sem að veitir okkur, sem að megnar að komast inn því hann sér að hann getur ekki gert neitt fyrir sjálfan sig. Í dag býður Jesú Krist okkur ennþá og boði stendur enn, komið og starfið í vingarið mínum, verið hendur mínar og fætur í þessum heimi, boði fagnaðarerindi mitt í verki og orði og líkniði sem eiga sátt að binda og lifið ekki bara fyrir sjálf ykkur, heldur fyrir velferð annara. Og þegar hann biður, kom þú að starfa í vingarið mínum, hverju svarar þú þá honum? Skulum biðja. Kæri Faðir, þökkum við fyrir orðitt, fyrir náð þína sem við sjáum alltaf, sama í hvaða hópnum við erum, að þú kallar okkur alltaf til þín og segir komið til mín og ég mun að geta breytt ykkur og senda ykkur út til að vera blessum fyrir aðra. Ég bið fyrir öllum hér inni, Faðir, og mér að við megum heyra kallið og svörum við já og þá megum við fylgja vilja þínum og svörum við nei að við megum sjá að okkur og snúast við. Hjálpa okkur að sjá að þig eins og þú ert og eins og Jesú Kristur birti kærleiksríkan föður. Við biðjum í Jesú nafni. Amen.